og já, sko, þetta er nú samt gömul og ný staðreynd. Það setja sig meira tilfinningalega inn í málefnin, sem í sjálfu sér ekkert slæmt. En þarna kemur ólíkur samskiptamáti hins vegar. Sko, eflaust geta konur beitt öllum brellibrögðum eins og kallar, en ég þekki nú ekki þetta að vera með styttra grátþol. Þetta er ekki brellibrögð, ég er einmitt að tala um bara að tjáskiptin eru svo ólík. Nei, ég er að meina að hugsanlega er það kænskubrögð að fara að skæla til að fá að fara í frið og hugsa svolítið hvað var verið að ausa yfir mig. Já, ég held að þetta séu konur sem eru með svona vissa stjórnunaraðferð. Hugsanlega. Já. Þið metið að þannig sem sagt að þær setji sig ekki bara þannig í málin að þær treysti ekki til að rífast það lengur eða rökra það lengur vegna þess að þær tengjast í tilfinningarlega. Nei, það er alltaf bara að vinna þetta stríð, punktur. Og það sé með gráti. Já. Þið virðist hafa skýringu á því og hugsanlega hafið þið farið í gegnum það á þann hátt. Já, það er þá að kannski taka sér smá hlé á meðan maður er að skæla og safna svolítið í sarpinn og vita hvort að maður getur ekki á. Það gæti gefið góðan árangur. Komið ný vopnin í baráttuna. Já, eru þið með eitthvað ný vopni í baráttunni? Nei. Við fyrir nú ekki að gefa þau upp hér. Nei, alls ekki. Þið hafið eitthvað til og svona, gerir eitthvað sætar, þá náttúrulega eru þið með okkur í vansónu þegar? Nú, við erum veiddar fyrir skinnibjarni minn. Já. Ekki satt? Ég veit ekki. Veiddar fyrir skinni. Já. Þetta er heyrt þetta, veiðimaðurinn sjálfur? Nei. Þú svona macho og allt. Já, en nú bara skortið mig sko að fara inn í orðaforða þinn sem konu. Á ég að lána þér eitt bjór eða svo? Það er eina af skilgreiningum kvenna sem við kallmenn áttum okkur ekki alveg á og lendum svona í stundum vandræðum með að skilja. Svo náttúrulega er fólk voðalega misjafnt, skilur við. Ég meina, það er ekki allar konur eins og þær og það er ekki allir menn eins og við sem betur fer, sko. Nei, en Þórhallur virðist álíta það að við séum allar svona skæluskjóður. En það kemur náttúrulega líka... Nú er ég að tala um meirihluta kvenna, skilur við. Það er náttúrulega til einhverja konur sem eru það ekki. En við erum ekki að ræða þær. Við erum að tala um meirihluta kvenna. Ég held ekki. Það held ég ekki. Nei, ég held ekki. En við vorum nú eiginlega reyndar að tala um kallmenn. Af hverju til dæmis skælið þið ekki? Við skælum. Í svona rifrildi? Skælir í rifrildi við konuna þína? Ég skal segja rétt. Ég var í brúðkaupi um daginn og var að tala við prestinn, konu eftir brúðkaupið. Og hún sagði mér það því að ég tók eftir því að vinkonur hennar þegar brúðurinn gekk inn voru náttúrulega grátandi, þetta var allt svo fallegt og eitthvað. Ég spurði hana sko, hvernig með brúðguminn, grætur hann ekki? Þá sagði hún mér það að þegar hann snýr baki í söfnuðinn og þegar þau eru þarna tvö andspænis guði og presti, að þá yfirleitt í flestum tilvikum fellir hann tár. Hann á kannski bara ekki eins auðvelt með það að fella tár í almenningi eins og konur vegna þess að það er viðurkennt að kona getur grátið hvar sem er. En í svona prívat rifrildi? Akkur farið þið ekki bara að skæla og segja ægilega. Við höfum bara enga þörf fyrir það. Nei, veistu það, ég veit ekki. Þetta er alveg rétt sem Bjarni er að segja, sko, að ég held að við sko, og hvað með gráti bara einfaldlega sjaldnar. Og það er ekki af því að þeir þurfa alltaf að vera að fela það. Grátum skilur þegar Valur vinnur bikarinn og svona, þá grátum við. Það er oft full ástæða til þess, ég meina, og hefur gengið um Vesturbæinn þegar Vesturbæingar töpuðu, eða KR tapaði... Já, Íslandsmeistari til í 80. skipti. Þá grétu margir kallmenn þann dag. Ég er Vesturbæingur. Skoðum eitt enn brot úr Hellisbúanum sem fjallar orðanotkun karla og kvenna. Jafnvel í tjáskiptum okkar erum við öðruvísi. Það hefur verið að gera rannsóknir á þessu og það hefur verið fundið út að konur segja að meðaltali 7000 orð á dag. Karlmenn 2000. Þetta er bara svona kvótafyrirkomulag sem að skýrir rosalega margt út eins og stundum kem ég heim og er það fyrir eitthvað tuð og tala eitthvað, ég nenni ekki að tala af hann, kannski eitthvað pirrað bara illa fyrir kallaður. En ég er semst búinn að komast að því núna að ég er búinn með minn kvóta. Mín 2000. En hún á 5000 eftir. Ég meina við erum svona, í alvöru tala eins og gæjarnir á börunum sem að hanga út í horni og segja ekkert fyrir að fá sér í glas. Eða tilkvist haldið annars að menn fá sér í glas. Vegna þess að í einum stórum bjór eru 500 orð. Það er króna orðið. Ég veit, þetta er dálítið dýrt, þetta er svona svipað svo hringjum GSM-síma til Indonésiu. En ef við gerum þetta ekki, þá steinþeyðum við bara. Svo þegar ballið er svona nánast að vera búið, sjá þess að gæja dauða út í horni. Og við auðvitað höldum að þeir séu dauðir. En, nei. Þeir eru bara búnir með öll orðin sem þau keypt á barnum. Svo sjáum þau á stuttu síðar fyrir utan að reyna að ná sér í leigubíl.
þeir eru búinir með orðið. Ég held að sé sérstaklega ástæði fyrir því að konur hafi fengið stærri orðakvóta í upphafi heldur en við karlmenn vegna þess því ég hlusta á konuna mína og vinkonur hennar að tala saman þá heyri ég glögglega hversu víða þær fara í samtölum sínum. Þær ferðast. Þær þurfa einfallega á öllum þessum orðum að halda. Við karlmenn þurfum alveg á orðum að halda en við verum alltaf að fara að gera eitthvað. Sýna hver öðrum eitthvað point með öllu, markmið, eins og með veiðimennina. Veiðimennirnir koma saman, búa til plan og ræða lítillega og fara út í skóg og drepa án orða. Flest hobby karlmanna ganga út á þetta nákvæmlega saman. Eins og jafnvel þau einföldu, bara það til dæmis að horfa á sjónvarpið. Stundum ég heima og að horfa á sjónvarpið með Sigga vini mínum. Konan mín kemur inn, sér okkur, af hverju eru þið ekki að tala saman? Við ákveðum bara að horfa á sjónvarpið. Tölum kannski saman það snakkið búið, ég veit það ekki. Fótbolti, hvað er fótbolti? Fótbolti er fullt af strákum að leika sem er frekar svona langt bil á milli sín. Og það er markmið í gangi. Nema þú sért káringur auðvitað, þá... Og eitt af markmiðunum er það að tala ekki mikið. Vegna þess að þú talar mikið í fótbolta, ertu rekinn út af. Einmitt út af þessu sem að ég gat ekki spila fótbolta með stelpum því ég var yngri. Ég gat það ekki. Ágættir í markinu og miðjunni, gleymið því. Muni eftir þessu boltinn rúllaði fram hjá þeim. Stelpur, farið í boltann! Við erum að tala þetta saman. Tala saman? Við erum 6-0 undir. Þær föttuðu það ekki að það er hægt að standa saman án þess að tala saman. Já, 500 orð í hverjum bjór, það er verst hvað hann tollist upp í þáblöðrunni. Anna, er karlmannlegt að vera þögull? Finnst þér karlmenn sem að þegja svona mikið og bara bíða og hverfa inn í sinn heim, finnst þér þetta karlmannlegt? Ég veit ekki alveg hvað er karlmannlegt, en mér finnst, hins vegar hef ég svolítið laðast að þannig mönnum. Þá kannski fæ ég að tala sjálf og flottan hlusta og fæ góðan áheyranda, það er alltaf gott. En ég veit ekki hvort það er nokkuð karlmannlegra en að tala meira. Er það kannski þannig að því að við höfum 7000 orð og þeir 2000 að kynin kannski þola hvort annað svona á köflum? Það má vera. Bjarni, hvað heldur þú? Heldur það sé þess vegna sem við þolum ykkur svona vel? Að því að við tölum svona lítið? Já, því að þið bara leyfið okkur að tala? Jú, ætli það ekki. Já, örugglega. Og svo allt í einu þegar við eigum að fara að tala á okkurum Q-punkti þá vitum við kannski ekki hvað við eigum að segja. Þannig að við dettum bara út. Nú datt ég út í augnablik, skilur? Það var aðeins svo flókið fyrir mig. Já, akkurat. Allt í lagi, dettið þið bara út, Anna mín. Við bara höldum áfram með þessa umræðu, bara sjáum þetta. Nei, það sé við að það var einhver kona sem ekki alls fyrir löngu, nú ætla ég að minnast á konu, ég má það ekki, hvaða kona er þetta, spyr alltaf Súsanna. Ég þarf alltaf að fara að nafngreina þær helst. Já. En þær fóru á ónefndum veitingastað, ætlaði að fara inn á kvennaklósettið og það var troðfullt og það var eins og í fuglabjargi. Og þær komust hvergi að, þannig þær ákveðu að laumast inn á karlaklósettið í staðinn. Og þegar opnuðu dyrnar og komið þangað inn, það var eins og komin í musteri eða helgidóm. Það var þögn. Og þær gátu laumast þarna inn og farið á klósettið og gengu út í þögn. Og þeim fannst þetta dálítið merkilegt, því að þær hafði aldrei komið inn á karlaklósettið áður og upplifað þessa helgistund. Þannig að ég veit ekki, finnst ykkur þetta skýra að einhverju leyti þennan mismun? Já, þetta hljóma fyrir mér eins og ykkur hafi dáið á klósettinu. Já, miklu frekar. En erum við ekki að fara á klósettið til þess að pissa? Virðist ekki vera. Nei, það er svo mikið táaði fram við förum til að tala. En byrju, toilet, það er mynd af, skilur, hvað... Það er til svo margsbrúk, við stelpurnar fyrir mynd til að spjalla saman. Já. Það er mjög þægilegt. Við spurðum Jóhann Loftsson, sálfræðing, hans mat á stöðu karla í dag á Íslandi. Heyrum hvað hann segir. Við karlmenn sitjum svolítið uppi með það að við séum rosalega vondir. Við séum vondugæjarnir í geiminu. Þetta sé ákveðið barátta í gangi og við erum þeir vondu og konurnar eru það góðu. Og svo þegar við setjumst niður karlmenn og förum að ræða þetta, hvað er það sem er svona vond við okkur? Þá við föttum það eiginlega ekki. Og við förum svona að fara yfir stöðuna.
Jú, karlmenn, hvað er það sem þeir eru að sjá í samfélaginu? Við erum að sjá vinnumarkaðinn. Hvernig er íslensku vinnumarkaður? Jú, á Íslandi, meira og minna síðan stríð, búin að vera full vinna fyrir alla. Þannig að við íslenski karlmenn hugsa, við stöndum okkur bara ágætlega. Það er nóg vinna og við getum eiginlega ekki séð að við séum að standa okkur illa. Við þykist bara standa okkur vel. Og þegar við hugsum tekjur, því það er talað að karlmenn sjá tekjur heimilanna, þeir séu allir í þessum hálaunastörfum og tekjum og allt það, sko. Það er þeirra deild í raun og sjáum það, sem tekjur. Og ef við hugsum þjóðartekjur til dæmis, þá eru þjóðartekjur á Íslandi einhverjar hæstu í heimi. Það eru mjög háar þjóðartekjur á Íslandi. Þannig að sjáum ekki annað en bara þetta sé í fínu standi. Nú, þriðja stóra atriði sem við karlmenn eigum að sjá það er svona byggingar og tækni og allt þetta. Það er okkar deild. Við erum með einhverja flestra fermetra á mann á Norðurlöndum allavega, þannig að við erum með fín hús. Við erum með einhverja mestu tölvunótkun í Evrópu bara, þannig að við erum með fín tæki, við erum rosalega flott að jeppa og ofboðslega mikið af farsímum. Þannig að við getum ekki annað sagt en að þetta sé í fínu standi. Ekki satt? Nú, svo fyrir við karlmenn, það sem við sitjum saman yfir glasi að sjálfsögðu eða bjór, þá fyrir við að býta, hvað eru þessar konur að gera? Jú, hvað er það sem þær eru alltaf að segja að þær einar sjá Jú, þær sjá barnauppeldi, ekki? Og þá hugsum við hvernig eru börnin okkar alin upp á Íslandi? Eru þau að nota hæfileika sína til þess ítrasta? Eru þau kurteis? Eru þau tillitssöm? Er gleði að vera nálægt þeim? Nei. Börnin okkar eru agalaus, þau eru illa að nýta hæfileika sína og þau eru ófyrirleitin í okkar garð. Þannig að okkur finnst bara ekkert, okkur finnst þau í raun og veru bara illa valin. Börnin okkar. Nú, hvað er það fleira sem við karlmenn horfum á og konur séu að gera? Jú, þær eru að sjá matinn. Og hvernig er maturinn okkar og næringar okkar? Hvað erum við að borða? Junkfood, skyndibitamat, lélega næringu. Við erum allavega á feit. Börnin okkar er slöpp á snakki. Þannig að við karlmenn sjáum ekki endilega að það sé vel hugsað þetta. Nú, þriðja atriði sem að konur telja sig sjá það er að sjá heimilin. Og hvernig er það með íslensk heimili? Ríkir það ró og friður og tilfinningaleg og andleg næring? Er ró og spekt og gleði þar inni? Er næring þar inni? Nei. Við erum meira og minna að flýja heimilin. Yfir á skemmtistaðina, yfir í unglingaatkvöruna, hvað þetta nú heitir allt saman, félagsmiðstöðurnar, sportklúbbana, allt þetta. Við flýjum heimilin umvörpum vegna þess okkur líður ekkert ofboðslega vel á þessum heimilum. Eitthvað þurfum við bara að drekka til þess að þola við að vera það inni. Og svo horfum við karlmenn á þetta og segjum, veitu, af hverju erum við sökudólkarnir? Af hverju erum við vondugæjarnir? Og satt að segja, skiljum við það ekki? Nei, það er ekki vonið að skilja. Þetta er nefnilega spurningu Þórhallur minn hvað þið hafið ekki gert, ekki spurningu hvað þið hafi gert. Þetta snýst ekki steinsteypu. Þarna láði þetta bara mjög ljóst fyrir. Við erum búin að gera allt og konur standa sig í sinni stöðu. Við þökkum viðmælendum fyrir skemmtilega samræður og kveðjum í kvöld.